Komiði sæl. Ég heiti Rannveig Björk Þorkelsdóttir og dósent í leiklist við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, faggreinadeild, og ég hef fengið þann heiður að kynna námsleiðir sem í boði fyrir list og verkgreinar. Ef við förum aðeins í gegnum samsetningu námsins til B.gráðu, þá þetta 3 ára nám sem 180 einingar. Það sameiginlegur kjarni í upphafi 60 einingar og það kennslufræði, þroska- og námssálarfræði, aðferðafræði, íslenska og stærðfræði. Og svo þetta að taka sérhæfingu í fagi og kennslufræði, fags, sem 60 einingar. Og svo það viðbótar sérhæfingin sem getur verið 20-40 einingar og svo frjálst val. Og það getur verið frá því að vera ekkert val upp í 20 einingar. Og svo 10 einingar lokaverkefni á síðasta námsári. Á námsbrautinni list og verkgreinar námsleiðin grunnskólakennsla með áherslu á list og verkgreinar, þar sem hægt að velja milli 5 kjörsvið. Ég ætla að fara í þau eftir smá stund. En B.gráða þessari námsbraut uppfyllir inntökuskilyrði á námsleiðir á framhaldsstigi sem þó annars vegar MED eða Master of Education eða MT-gráðan Master of Teaching með sérhæfingu á kjörsviðinu innan list og verkgreina og veitir það almennt leyfisbréf til kennslu. En hér sem sagt kjörsviðin 5, það hönnun og smíði. Það sjónlistir, myndmennt, það sviðslistir, leiklist, textíl og hönnun og tónmennt. Á öllum kjörsviðunum 5 kappkostað að örva sköpunargleði og listrænan þroska kennara nema. Og þeir gerir sig grein fyrir hversu mikilvægur þáttur, listir og handverk og skapandi starf í almennu starfi grunnskólans og í daglegu lífi hvers og eins í nútíma samfélagi. Nú skulum við kíkja betur á hvert kjörsvið fyrir sig. Þetta hönnun og smíði. Markmið með kennslu í hönnun og smíði að veita kennaranemanum sem bestu þekkingu og færni í greininni og þeir gerir sig grein fyrir hversu mikilvægur þáttur hún í menntun grunnskóla barna. Og þið sjáu hérna eru dæmi nokkur námskeið og við skulum velja hérna til dæmis hönnun og smíði leikfanga. Námskeiðið hugsað fyrir nemendur sem vilja læra að hanna og smíða þroska leikföng, bæði fyrir kornabörn, leikskólabörn og börn í grunnskóla. Lögð áhersla á gerð verkefna sem nemendur geta bæði nýtt í skólastarfi og í eigin lífi. Þetta spennandi. Þá það sjónlistir myndmennt. Í myndmenntinni markmið að veita kennaranemanum sem besta þekkingu og færni í verklegum og fræðilegum undirstöðuþáttum greinarinnar. Lögð áhersla á persónulega nálgun ásamt tilrauna og rannsóknarvinnu. Og ef við tökum dæmi hérna til dæmis sjónlistir, þetta mjög spennandi námskeið líka, en þar lögð áhersla á teikningu, lita- og formfræði, grafík, þrykk og mynsturgerð og jafnframt fá nemendur að spreyta sig á verkefni í leir. Í leiklistinni lögð áhersla á að stuðla færni kennaranema í kennslu leiklistar í grunnskóla, hvort heldur sem leiklist sem listgrein eða leiklist í kennslu með áherslu á skapandi nálganir í námi og kennslu. Og ef við tökum dæmi námskeið í leiklist, þá skulum við tala hérna leiklistarfræðingin, miðlunarleiði leiklistar, en þar fór nemendur kennslu í samsettum devised aðferðum í leiklistar ásamt því að vinna með aðferðum leikhús líkamans og ímyndunarleikhús. Textíl og hönnun. Markmið kennaramenntunar í textíl og hönnun að efla fagþekkingu og hæfni til að meta, rökstyðja og túlka faglega textílvinnu. Lögð áhersla á skapandi og rannsóknarmiðað hugmynda og tilraunavinnu. Og ef við tökum dæmi úr námskeið frá textíl, þá til dæmis nýsköpun í textíl, en þar velja nemendur sjálfir viðfangsefnið og vinna rannsóknar og tilraunavinnu frá hugmynda að fullunnu verki. Unnið með nýsköpunarferlið í formi lausnarmiðaðar þarfagreiningar á skapandi og gagnrýninn hátt. Og svo það tónmenntin. Kjörsvið í tónmennt hefur það markmið að stuðla færni kennaranema í miðlun og kennslu tónlistar í grunnskóla.
Áhersla er lögð á að nemendur styrki eigin færni á sem flestum sviðum tónmenntakennslu nær til. Og dæmi námskeið í tónlist, og það til dæmis þetta tónlistarleikir til náms og þroska. En námskeið fjallar það hvernig er unnt að kenna ýmsa tónlistlega færni í gegnum leiki. Meðal annars verður fjallað hvernig tónlistarleikir efla ryþmaskyn og margvíslega samhæfingu. Þetta er mjög spennandi líka. En öll kennsla fer fram í listgreinahúsinu Skipholti 37. Og við bjóðum bæði upp á staðnám og fjarnám og við leggjum áherslu á verkefnavinnu, hópa og teymisvinnu. Það er kennsla og athuganir á vettvangi, áherslu á framkvæmd og fræði, góð tengsl við vettvang og áhersla er á sveigjanleika í námi. Það er óhætt að segja að í listgreinahúsinu sé sterk samfélag list- og verkgreinanema og list- og verkgreinakennara. En það eru til tvær leiðir í grunnskólakennaranáminu og þær eru ólíkar leiðir til meistaragráðu. Það er sem sagt fyrst eftir grunnnámið er mögulegt að velja tvær leiðir, annars vegar MED, Master of Education, og það er 120 eininga nám og líkur með 30 eininga meistaraverkefni og oft eru þessi meistaraverkefni í formi til dæmis rannsókna eða kennsluefnis og svo er það Master of Teaching, MT, og það er líka 120 eininga nám en þar eru eingöngu námskeið og það er mikið val fyrir nemendur. Framhaldsnám í list- og verkefnum býr nemendur undir að verða kennarar í list- og verkefnum og námskeiðin eða námsleiðin er fyrir kennara, fagkennara, hönnuði, listamenn og skapandi leiðtoga í skólastarfi. Og hvað svo? Þegar búið með námið. Kennaranámið er 5 ára fræðilegt og starfstengt nám og leyfisbreytt kennslu fæst með því að nemendur ljúka 180 eininga bakkalárnámi og 120 eininga meistaranámi. Og árið 2020 tóku ný lög gildi í janúar og þá geta nemendur útskrifast með 1 leyfisbréf sem gefur þeim möguleika á að kenna á öllum skólastigum. Og þetta náttúrulega veitir fjölmörg atvinnutækifæri í menntakerfinu. Og svo að gera bara að sækja á hi.is. Umsóknarfresturinn er til 5. júní. Og það er að gera að nýta sér þá þjónustu sem er í boði. Það er hægt að hafa samband ef einhverja spurningar vakna á netspjallinu eða með tölvupósti. Það er mvfs@hi.is. Svo er þetta að hringja. Það er 525 5950 eða spjalla beint við núverandi nemendur menntavísindasviðs sem er náttúrulega mjög spennandi fyrir ykkur sem ætla að sækja og svo er að gera að skoða heimasíðuna og þá bara fer maður inn á menntavísindasvið. En við hlökkum til að hitta ykkur í listgreinahúsinu í haust. Takk fyrir.